Já, hvernig líður okkur? Bara heldur vel. Það ekki? Jú. Líf að fara vel með þig? Já, hingað til. Já, heyrðu, þú gerðist svo frakkur að vilja koma aftur. Já. Ég svo ánægð með þig. Sko, og það sérstaklega, og það ríkisstjórnin þú ekki að koma. Ég eiginlega búin að gera, ég var að senda á Heiðu Kristínu áðan. Sagði mér til hennar, hvað, þetta af eða á? Og það Þorgerður Katrín telur það eðlilegt að ætla sér að fara í samningsviðræður við Evrópusambandið. En fyrst of erfitt að ræða við einhvern hlaðvarpsstúta á sínu móðumáli. Hún ætlar að fara að gera samningaviðræður á ensku. Já. Hvað finnst ungum Evrópusinnaðum það? Ég ætla nú ekkert að kommenta hvað Þorgerður til ég að fara í eða ekki. Ég bara hef gaman að þessu og hitti þarna á viðbrunum. Já, nei, ég meina, eins og segi, ég það líka, sko, ég sendi á Ásu Berglindi, það þetta frekar fyndið. Ég sendi á Ásu Berglindi sem með mjög sérkennilegar að mínum mati alhæfingar þessa atkvæðagreiðslu. Og hún sagði nei, ég allar næstu vikur alveg pakkaðar. Síðan hitti ég hana og ég get ekki talað hvað leita því út af því að ég að sjá mál annars aðila í hlaðvarpsmálum og þar mætti hún með bara nokkuð stuttum fyrirvara og ég alveg sagði hana, heyrðu, góðan daginn. En af hverju heldur þetta sé? Af hverju er Jái bara að hræðast neyjarana? Nei, ég myndi nú ekki segja það. Ég er kannski bara ekki á sama kaliberi og þessir aðalar sem þú ert að tala. Þú ert á miklu stærra kaliberi? Ég er að segja það. Ég alveg tala, ég myndi treysta þér betur að fara í þessar samningaviðræður heldur en þeim. Já. Fyrstu þú ekki að mæta í neinn hlaðvörp eða neina þætti? Það er bara búið að múlbinda ríkisstjórnina. Já, þú segir það. Já, ég meina. Þú myndir treysta 21 árs gaurinum úr Mosfellsbæ með þessar Sko. reynslu frekar. Það byggir ekki beint á því. Þetta byggir aðalega á því bara að ef að þú ert að fara fram á það að ætlast fyrir að fara í svona umfangsmiklar viðræður eins og Albert Jónsson var hjá Gísla Frey Valdósinni núna fyrir nokkrum, þetta sem að koma út í gæri fyrir það. Og þar var Albert einmitt að segja, sko, þetta ekkert bara einhverju venjulegar samningaviðræður. Þetta alveg, sko, þetta brútal. Þannig eru bara, milljarða og milljarða hagsmunir undir þar sem að bara mjög sjóaðir stjórnmálamenn og embættismenn eru að fara að reyna að keyra á þig. Þannig að ég ætla ekki að segja, ég myndi treysta þér endilega betur eða ekki betur, en mér finnst aftur á móti mjög skrítið að þeir eru út að reyna að fá þetta umboð að þú sért ekki tilbúin til þess að mæta og standa við orð það að mæta. Já, eins og ég segi, ég get ekki beint svara fyrir þeirra orðræðu, sko. En ég þá bara takk í dag, þá þetta komið. Heyrðu, bara þann almennt, hvernig leysið þið þig? Við tökum bara senstu 2 vikur. Bjartsýnni eða neikvæðari? Ég bjartsýnn, sko. Bjartsýnni eða neikvæðari? Bjartsýnni. Já, ok. Ég var farin að hafa áhyggjur, eins og segja fyrir svona 2 vikum. En núna ég líka búin að vera í útryggingum og tala fullt af fólki og fara á mismunandi staði. Ég farin að vera vongóður. Þetta náttúrulega ótrúlega skemmtileg barátta að mínum mati. Ekki? Jú, og þótt að hún sé stundum ómálefnaleg, þá hef ég smá gaman að því þegar fólk eitthvað svona reyna móðga mig, Þú verður ekki móðgaður? Nei. Ég ber ákveðna, eins og ég nefndi við þig, sko, ég ber virðingu fyrir þeim sem að þóra að mæta að taka slaginn, sko. Já. Mér finnst þetta líka alveg snúast það, þess vegna finnst mér eiginlega skemmtilegra að tala við jásinnana, sko. Út af því að þá ég eitthvað svona, þá ég ekki bara svona nákvæmlega. Þá hefur maður eitthvað bitastætt, sko. En já, þetta orðilega áhugavert. Sérstaklega, sko, svona tvístringurinn. Já-hliðin, nei-hliðin. Það sem að mér hefur þótt svolítið áhugavert í öllum þessum samræðum sko að neyjararnir eru kannski svona, ekki að segja fyrirsjáanlegir neyjarar. Jáarnir ekkert bara fyrirsjáanlegir. En það var ákveðin svona hængur á að núna eru mjög mikið af svona vinstrimönnum sem að bera fyrir sig gasa og það sé ástæðan fyrir því að þeir ætla ekki að kjósa. Og núna var sástu viðtalið við Trausta Gunnarsson, langar maður að segja. Trausti Gunnarsson sem var þarna í debattinu við Rabbi Smuli eða eitthvað sem að fór í Piers Morgan og eitthvað.
Já, sem er komin núna samfélagsmiðlana hjá Ungegn ESB. Já, Hvað heitir hann eftir? og hann heitir Trausti Gunnarsson. Ég get eiginlega... Nei, Samuel. Samuel. Já. Samuel Trausti? Það er bara bulla. Samuel, já, hann heitir Samuel. Það er ruglaðist. En hérna, hann segir bara hérna, nei, það gengur náttúrulega ekki að við séum að fara inn í þetta byggs. Og það er bara út að gasa. Hvað hérna, til einhver sem að ber svona fyrir sig, segir bara, heyrðu, Þýskaland er að, hérna, moka pening í Ísrael, líka nú vopnakaup og fleira. Hvert er svar Evrópuhreyfingarinnar við Gaza? Ég er náttúrulega ekki í Evrópuhreyfingunni, þannig ég get ekki svara fyrir þau. En nei, svona Evrópusinnuna. Persónulega, þú veist, jú, það er leiðilegt, en við erum nú þegar að vinna með ES, þannig við erum að vinna óbeint með Evrópusambandinu, við erum að vinna með Bandaríkjunum, við erum að gera viðskipti við Ísrael. Síðan sé ég bara, þú veist, ég kannski hugsa ekkert mikið út í þetta, þannig ég get ekkert svarað það vel fyrir þetta. Ég hugsa meira bara út í svona efnahagslegu rökina baki, standa með þeim sem við viljum standa með. Ég bara veit ekki hvort að þetta skipti í raun og veru það miklu máli. Nei, ég er sammálaður. Mér finnst alveg galið að við séum að kæra okkur einhvern veginn inn í... Já, sko, mér finnst að utanríkisstefna Ísland segja ekki að vera metin af á í ákvarðanatöku út af Gaza, sko. Nei. Það er eiginlega algjörlega galið. Auðvitað standa samt með Gaza, en það að taka svona stóra ákvörðun út frá einhverju svona sem að við erum nú þegar að vinna með í gegnum ES, við erum að gera viðskipti við þau, við erum að vinna með Bandaríkjunum sem eru í viðskiptum við þau líka. Kemur út eða saman bara? Já. Ég sé að þannig allavega. Taktu mikrofónun aðeins nærðir. Aðeins nær. Hérna, en almennt séð, ef við tökum hérna það sem þú varst að nefna með efnahagslegu rökin. Veitum fórum yfir þetta síðast, en þannig við svona tökum að breiða strókunum. Hvað er það svona sem að helst sannfæri þig í efnahagsmálunum? Það sem helst sannfæri mig er evran og ég verð bara að vera hreinskilinn það. Og við áttum, ég fór hérna í rauðaborði fyrir stuttu og með henni Sölmu og Illu og Þóruldi. Þar að vera að tala að við getum tekið upp evruna án þess að fara inn í Evrópusambandið sem er ránt. Þannig það eru svona mín helstu rök og við náttúrulega vitum það að íslenska krónur er að koma í veg fyrir rosalega mikið að tækifærum í sérstaklega nýsköpun á Íslandi. Ég meina, það er erfiðar að fá erlenda fjárfesta, það er dýrar að fá fjármögnun. Þetta er að koma í veg fyrir fullta samkeppni á Íslandi. Erlend fyrirtæki er ekki til að opna útibú á Íslandi bara út af gengis áhættu. Og síðan kemur náttúrulega stöðuleikin inn í, þannig ég bara sé evruna sem svo stóran stökkpatt fyrir Ísland og íslenskt atvinnulíf og ég vil, þú veist, eftir 20 ár, segjum, þá vil ég og fólk á mínum aldri kannski hafa þau tækifæri sem að væri ekki endalega í bóði í dag. Ég held að það sé mjög mikið af góðum hugmyndum að núti sem að hafa bara ekki farið í framkvæmd út því að það er svo erfitt á Íslandi og svo dýrt. Já. Hérna, talandi samt nýsköpun. Ég nefnilega, sko, ég mun að gera þess að þætt dragiskýrsluna. Og ég var í pínu vandræðum, ef ég á hreinskilinn. Út af því að minn vandi fólst fyrst og fremst í því að, hérna, ég hafði áhyggjur og ég var alltaf að vitna í Hilmavegar. Og ég var alltaf að segja að hann er búinn að vera að segja þetta og þetta út af því að ég hafði tekið viðtal við hann áður. En ég vissi ekkert hvort hann væri nei eða já. Út af því að hann er búinn að vera einn svona harður Evrópusinni í mjög langan tíma og sagði bara á iðnþingi 2014 bara, heyrðu, við búum bara við heilalaust kerfi, tökum bara upp evruna, þetta er ekki flóki, ég veit að það er alls konar hagsmunir, en aftur á móti þá er þetta bara svo heimskulegt að vera með þessa ljótu krónu sem að sveiflast og algjört kjaftaði. Og ég nýtti hann út af því að hann var svona að segja ákveðna hluti sem að mér þótti vera svona að færa rök fyrir því. Þannig að þú ert Evrópusinni án þess að fatta það? Ég, á sama tíma hann, þá var ég, ekki spurning, það bara, það er í rauninni ekkert svo langt síðan að varð ævintýralega heimskulegt að ganga þann inn. Það bara gerðist fyrir ekkert svo skömmu. Þess vegna, eins og ég hef sagt áður, að ef ég væri mjög harður Evrópusinni, þá væri ég alveg brjálaður út í þessa ríkisstjórn fyrir að setja þetta á dagskrá. Þetta er eins og að segja að ég ætla að setja húsið mitt að veði og gera það, tökum bara Real Madrid þegar Cristiano Ronaldo var hana og Marcelo og hérna Marcelo og Cristiano Ronaldo fótbrotna
og þá ætla ég að setja allan peningin minn á það. Og það er svolítið þannig sem að ég sé það að ganga inn núna. Það bara hefur aldrei verið heimskulegra og þess vegna er svo skrítið að við ætlum að gera. Hvenær hafðir þá vilja ganga inn? Ég hef viljað 2017. 2017? Já, ég man eftir því að ég veit ekki hvort ég hef viljað ganga inn, en ég var samt alveg svona, ég langar að segja svona, ekki, já, ég hef verið veikari fyrir því. Ég hef verið meira til í það, út af því að það sem að ég er búin að reyna líka áttum á þessar umræði er að við erum alltaf að debata það hvað Evrópusamband er og jásennin er að færa rök fyrir því að Evrópusambandi sé svona Rómarsáttmála Evrópusamband en við sem erum í neginu færa rök fyrir því að út af þeirra eigin orðum að þá er þetta orðið miklu meira pólitískt samband sem byggir þá á Lissabonsáttmálanum. En ástæðan fyrir ég segi þetta með Hilmar Veigar er bara út af því að hann í rauninni kemur fram og segir bara ég er búin að vera mjög harður stuðningsmaður þess að við göngum inn í Evrópusambandið. Núna er það bara orðið heilalust. Þú nefndi nýsköpun og hann segir nefnitt, bara út af nýsköpun að þá hefur við alls ekki að vera að ganga þann inn. Hvað segir við því? Þú ert núna náttúrulega að tala samkeppnisefni Evrópu versus hinn heimsveldin. En ef við skoðum á Ísland bara sem land og samkeppnisefnina sem við höfum, er hún raunveruleg með við önnur lönd? Ég meina, hvernig eiga sérstaklega ungt fólk að koma inn á íslenska markað og skapa eitthvað frábært með þennan, eins og þú segir, gjaldmiðil sem meikar engan sens. Hann hefur meikað meira sens en heldur en evrun undanfarin ár út af sveigjanleika. Er það? Já. Og hvað hefur það kostað Ísland? Að hann hafi verið betur en evran. Hann hefur ekki verið betur en evran. Undanfarin ár. Þú ert að tala um að hann sé búin að vera stöður, er það ekki? Sem er ástæðan einmitt fyrir því að Sveinn Emblu og aðrir tala um hennan hérna, það hefur verið vont að þurfa að reikna inn í sveiflunar. En þessi stöðuleiki er greiddur af hverjum? Hann er greiddur af íslenskum heimilum. Hvað meinarðu? Við erum náttúrulega að borga fyrir þetta með gríðarlega hárri verðbólgu. Við erum að greiða fyrir þetta með gríðarlega háum vöxtum. Stöðuleikin veldur því ekki? Nei, en við erum að borga fyrir það að reyna að halda honum stöðum til dæmis með 1000 milljarða gjaldeyrisforða sem var ekki sett ráð fyrir eftir hrun og til við bara föttum og þurftum að hafa þetta. Sem er náttúrulega kostnaður sem er tengdur krónunni eins og bara það viðskiptakostnaður við það að skipta krónunni yfir í aðra gjaldmiðla sem er gríðarlegur. Það hefur verið helsta ástæðan fyrir því að ég myndi vilja ganga inn bara út af því að kostnaðurinn sem felst í að skipta út hefur verið gríðarlegur og það er vont. Og síðan er náttúrulega þannig að helstu viðskiptaríki okkar eru við Evrópu og þeirra helstu viðskipti eru við önnur Evruríki. Þannig það að evran sé kannski stöður með við bandaríkjadólaran og heldur en krónan. Ef við erum að gera okkar helstu viðskiptum í evrum, þá meika miklu sens að vera með evru. Skilur við? Allir ættu að vera með evru þá? Ég menna það væri, ég held að það væri skemmtilegt að sjá allan heim með sama gjaldmiðil en það er náttúrulega bara meikar ekki sens og það er aldrei að vera að gerast. En ef okkar helstu viðskipti eru við evrulönd, þá er náttúrulega best að vera með stöðuleika við helstu viðskiptavin okkar. Skilur við? Já. Nei, ég meina, ég er ekkit eitthvað óverulega ósammála þessu. Aftur á móti að þá erum við þeirri stöðu eins og Þjóðverjar og stærsti flokkurinn í Þýskalandi færir rauk fyrir að þeir vilja segja sig út úr Evrópusambandinu að í það minnsta hætta í evrunni. Hver er ástæðan fyrir því? Jú, þeir hafa séð hérna það að þeirra eru rauninni hagvöxtur og þeirra elja og dugnaður er ekki að skila sér í sameiginlega sjóði Þýskalands, heldur eru þeirra niðurgreiða tilvist annarra ríkja sem að taka síðustu. Já, ég gef ekki mikið fyrir orð EFD með fullri virðingu fyrir þeim. En þeir eru stærsti flokkur Þýskaland sem er mikilvægast að veldið í Evrópusambandinu. En síðan er stærsti flokkunum í Noregi að tala fyrir inngöngu í ESB. Já, þeir hafa gert það mjög lengi. Þeir hafa gert það mjög lengi. En það er ekki punkturinn. Og þeir eru ekki í Evrópusambandinu. Punkturinn er sá. Einn flokkur í Þýskalandi vill ganga út, einn flokkur í Noregi vill ganga inn. Og mikilvægasta veldi í þessu hérna batteri er að tala um það að ganga út ef að AFD myndi ná einhverjum völdum sem að allavega þróunin vísar til að það myndi koma til með að gerast. En heldur að almenningur í Þýskalandi sem er heilt yfir mjög sátti með Evrópusambandið sé að fara að standa með AFD í því að fara út úr Evrópusambandinu?
Þau þurfa alltaf að hafa kosningar alveg eins og voru í Brexit það að ganga út úr Evrópusambandinu. Já, ég meina fyrir einhverjum árum það einhver hefði sagt við mig að AfD sé að ganga nærri því að ná í kringu 35% atkvæði í Þýskalandi, þá hefði ég sagt að það ætti mér afar ólíklegt. Þannig að við getum ekki beint sagt bara að eitthvað er ólíklegt og þar að leiðandi ef ekki gera ráð fyrir því að það geti gerst. Nei, en ég bara þetta náttúrulega svona what if, það er þetta gískum þetta, en ég gef ekki mikið fyrir orð AfD og ég bara heilt yfir mjög ósammála þeim alveg eins og ég mjög ósammála Miðflokknum. Þótt að þau vilja ganga út þá bara sé það ekki sem einhver rök fyrir því að við ættum ekki að ganga inn. Ef við erum að sjá okkar helsta bara nágranna sem að við deilum mest með, tala til dæmis fyrir því að ganga inn. Tveir af hverjum stærstu flokkunum í Noregi vilja ganga inn. Ég myndi miklu frekar hlusta á það, en það er samt heldur ekki rök fyrir að ganga inn. Við þurfum að skoða á heildar bara samhengið. Við erum að sjá, stríð, við erum að sjá óáreiðanlega náunga í Bandaríkjunum sem að við þurfum bara að passa okkur á. Það er bara þannig. Við erum að sjá til dæmis bara ástandi í Grænlandi. Við þurfum að standa með þeim sem við viljum standa með og það er Evrópa. Og ég meina þetta er kannski smá útidúr, en við erum að sjá til dæmis áhuga fyrir því Kanada gangin í ESB. En ég sé þetta ekki sem einhver rök fyrir því að vilja ekki ganga inn út af því að einn flokkur í Þýskalandi vil það ekki. Og þá versti flokkurinn að mínum mati. En stærsti? Já, en það gæti orðið raunverulega ekki að Miðflokkurinn verið stærst á Íslandi, en ég gef ekkert fyrir þeirra skoðanir. Nei. Hérna nú er ég með Snærós fyrra dag allavega þáttur sem að koma út í gær og þar vorum við að ræða saman svona það hvað yrði ef að við myndum ganga þannig og hún viðurkenndi þá að ef við færum þannig að þá erum við aldrei að fara út. Hvað finnst þér það? Ég er ekki sammála því. Er það ekki sammála því? Nei, ég er ekki sammála því. En með Brexit að það var mjög augljóst að ef við myndum ganga þannig út að þá væru við, ef það kostaði Breta þetta mikið, alveg eins og Hilmar Vegar kom inn á umræðinu sinni, þar sem hann bjó í Bretlandi á þessu tíma, hann sagði bara, ef við förum hann inn, þá erum við aldrei að fara út, ef það kostar svona mikið. Ég bæði sammála þessu og ósammála á sama tíma, að því leiti að ég er ósammála stjórnmálamaður. Ég er ósammála því að það sé ekki hægt. En ef við förum inn í Evrópusambandið þá held ég að það sem við erum að græða af því verður bara það mikið að það mun ekki make sense. Ég held að ef við myndum að ganga inn og ef við förum 20 ár fram í tíman þá munum við horfa tilbaka og vera bara vá, þetta er besti díl sem við höfum nokkuð tíma gert. Bara svipað og við erum að segja núna um EES-samningin. Þannig ég sé þótt að við séum að reyna að spá fram í framtíðina sem er alltaf óáreiðanlegt. Þá sé ég ekki raunveruleika það sem að Ísland, sem er búið að byggja sitt efnahagskerfi og alla sína helstu hagsmuni í kringum Evrópusambandið, þá sé ég það ekki að við munum ganga út. Er það samt raunveruleik, eða er það hægt? Já, ef við erum svo ótrúlega ósátt með þetta, en ég bara er ekki svo vissum að við verðum svona ótrúlega ósátt með þetta, eins og margir halda við verðum. Já. Það er einn sem kemur punktarindar inn í umræðina sem við vorum að tala um áðan. Stormur segir, hvernig getur þú gefið kredit til þess að Noregur vilji ganga inn? Er þetta live? Já. Já, ok, það er skemmt. Það ekki? Þú hefur spurning. Hvernig getur þú gefið kredit að Noregur vilji ganga inn og það sé þínum málstöð til lagsbóta, en viltu ekki hlusta á það ef að Þýskaland vil ganga út? Nei, þetta er alveg fair punktur, en eins og ég segi, þótt að ég tæki Noreg sem dæmið, þá er það heldur ekki rök fyrir því að vilja ganga inn. Skilur við. Alveg eins og það er ekki rök fyrir að vilja ganga út eða vilja sleppa því að ganga inn þótt að flokkur í Þýskalandi gera það. En bara svona heildamyndin að mínu mati sýnir það að ef að fólk finnst það ekki vera réttu tími til þess að ganga inn út af hinn og þessu, þá er heiminum bara þróast þannig að við þurfum að standa með þeim sem við viljum standa með. Og hverju með að standa með? Evrópu? Já. Ok. Þá er ég reyndar eitt sem ég er búin að vera að velta fyrir mér. Það er Þorgerður, sem að þorir ekki að koma í þáttinn. Þrátt verið það að 21 ára minna sjóaður strákur sé tilbúin, sem ég ber, eins og ég sagði hann, mikla virðingu fyrir. Það er mikið, þú fær mikið prik fyrir það. En hérna, Þorgerður þorir ekki að koma.
Ég meira svo kom til þín sem fyrsta viðtalið. Já, bara mjög vel gert og ég gerði það ekki auðvelt þá. Nei. Ég þess vegna ég með svona mikið vettlingatök núna, sko. En það var frekar fyndið að núna þegar að vera að sannfæra mig það að við höfum að ganga þannig inn út af því að Trump sé að fara að taka Grænland og við getum ekki verið að standa einhvern veginn á afturlöpunum með það. Að þá líka verið að segja við mig, heyrðu, já, og við erum að fara í gríðarlega hernaðar uppbyggingu með þessum de facto þá andstæðing sem að við að vera hrætt við. Þannig að við að ganga í Evrópusambandið út af því að Trump svo hræðilegur og Evrópumálin eru vinglast inn í það, byrjulega mér að klára. En aftur á móti að þá Þorgerður Katrín að mæta á risa, þar sem að svona hljómar eins og ákveðin svona soft hernaðarsýning, þar sem að NATO herfóringi mætir og segir við ætlum að fara að fjárfesta gríðarlega í Evrópu. Við þurfum náttúrulega bara að setja fótinn niður og ef þetta það sem ástæðan fyrir því að við þurfum að ganga inn í Evrópusambandið að við höfum að vera hrætt við Trump, að þá höfum við náttúrulega ekki að leyfa þessu afli að vera að fara í hernaðaruppbyggingu á Íslandi. Sko, þegar ég tala það að standa með okkar félögum, Trump ekki beint ástæðan, heldur það sem Trump búinn að sýna að það hægt að nota tolla og viðskiptahindranir sem vopn. Ég ekki beint að tala sko, út af því að Evrópusambandið ekki hernaðarbandalag og það ekki varnarbandalag. Þannig við erum ekki beint að fá þá vörn í formi skriðdreka eða hera eða þota. Það sem við erum að fá vörn gegn viðskiptalegum árásum. Eins og við erum búin að sjá til dæmis á Spáni, þar sem að hann að hóta Spáni. Spánn getur verið alveg sama út því að þau í tollabandalagi sem Evrópusambandið og ef að Trump eða eitthvað annar ríki lokar á viðskipti við Spán, þá Evrópusambandið á bakvið þau, skilur við. Þannig viðskiptahindranir ekki jafn mikið vopn ef við stöndum að inni. Grænlandsmálið snýrist ekki tolla? Nei, en partur af því... Það ástæðan fyrir því að við höfum að ganga inn í Evrópusambandið og það sem gerist Grænland. Sko, ef að Trump hefði ráðast að Grænland, þá hefði Evrópa lokað alveg á viðskipti við Bandaríkin. Grænland partur af Danmörku partur af Evrópusambandinu. Þetta held ég ekki sérfræðingur í utanríkismálum, en ég tel að þetta sé eina ástæðan fyrir að Trump ekki bara búinn að þessu. Hann hefði komið að inn, verið bara stærsti búlíinn í einhverju bandarískri mynd og lagað með alla og tekið það sem hann vill, skilur við. En ég held að hann sé ekki búinn að því út af þessum viðskiptalegu hindrunum sem koma út af Evrópusambandinu. Skilur við, hann veit að ef hann fer að inn, tekur yfir landinu, þá Evrópusambandið bara að fara að loka viðskipti og það mun setja Bandaríkin í kreppu. Það laðast kameran og færa aðeins. Já, ég sko. Það alltaf læg. Þannig, já, en Grænlendingar gengu út úr Evrópusambandinu og það engin umræða það að þeir ætla að fara að ganga þannig inn út af því að Trump ásælist fágætismálum að þar. Þeir eru samt óbeint inn í Evrópusambandinu ef þú hugsar út í það. Já, nýlendu veldi Danir eru náttúrulega með einhvers konar yfir á þar. Þannig þeir eru óbeint í gegnum Evrópusambandinu sem að færa þeim ákveðna vörn og þeir eru náttúrulega með gjaldmiðil sem bundin við dansku króna, sem bundin við evruna og Færeyjar á sama stað. Þeir eru með gjaldmiðil sem bundin við dansku króna, sem bundin við evruna. Þannig þeir eru í raun og veru bundnir við evruna. Og við sjáum það til dæmis í Færeyjum. Þeir eru að gjaldmiðil þótt hann sem minni en okkar miklu stöðari. Og ég held að það sé, og margir hagfræðingar geta örugglega bakkað mig upp í þessu, hagfræðingar alltaf ósamlega samt. En það pottitt út af þessum ástæðum. Að þeir eru óbeint bundnir við evruna. Og evran færir þennan stöðuleika. Ég út af því að þetta búið að vera svolítið áhugavert sko einmitt með það að að ganga þann inn út af evrunni sem að einmitt Ása Berglind sem að Þórir ekki komið í podcast segir að sé ástæðan. Ég meina sko, ég ætla að vera alveg hreinskilinn að það sem að mér finnst svolítið skrítið í þessu að alltaf vera að tala ég hef ekki verið mikið ásakaður það og það sem ég hef haft rangt fyrir mér eins og þegar ég ræddi við Hjálmar Vilhjálmsson það hvað áhrif EES-samningurinn hefði á persónuverndarlöggjöfina. Ég held að það veri miklu minna sem að við varum að taka beint inn
ég er búin að leiðrétta það mjög mikið sem við erum að taka inn þannig að þrátt fyrir það að við erum alls ekki búin að taka upp allt í gennum EES-samningin sem er mjög gott út af því að það eru hræðileg lög sem er verið að búa til í Evrópusambandinu núna DSA, DMA NSI2 AI Act sem er hluti af þessu sem hefur með GDPR að gera og svo það AI Act ekki samt réttlætanlegt þetta ekki bara ný raunveruleiki sem við þurfum að þetta ekki bara vissulega ný raunveruleiki mestu leyti persónuverndarlög í gegnum gervigreind þetta er bara eins og við vorum kannski ósátt við innihaldslýsingar þegar það var fyrst sett á mat þetta ekki bara ný raunveruleiki sem við þurfum að lifa við og þurfum einhvern veginn að reguleita svo hann sé ekki notað til þess að búa til Nei, Hilma Freyr fór mjög Hilma Veigar fór mjög vel yfir þetta einmitt það sem hann var að segja að þetta væri það sem hann væri í rauninni að stúta Draghi segir þetta náttúrulega líka í sinni skýrslu enda eru þeir að fara að draga tilbaka langstærstu hlutana held ég að vega eitt og þetta er svo heilalust plagg en Hilma Veigar náttúrulega fór mjög vel yfir það þegar hann á reynslu sinni þegar Evrópusambandið setti GDPR reglugjöfuna að þetta var bara þvæla og var mjög handahófskennt og AI Act er annað ég er að tala um það en í rauninni þú talar persónuverndardótið GDPR er aðalega persónuverndardótið þannig að við erum í rauninni þegar við tölum AI Act þá hefur það með miklu breiðari strókur það hvernig þeir eru að taka inn gervigreindamálin það er rauninni að minna persónuverndardótið þó svo að það sé inn í því en AI Act er svona heildstæðari mynd af því hvernig þetta mun koma til með að líta út þegar að einhver stór forrit, gervigreindaforrit til þess að koma inn í Evrópusambandið og fleira þannig að þetta er þetta er alltaf flókið fyrir mig að skilja en aftur á móti er þetta eitthvað sem að Hilma Veigar og Gummi Hafsteins hefur mjög miklar áhyggjur af og eðlilega ég er alveg sammála því að mjög mikið í Evrópusambandinu er oflókið og það er oflókin reglugerðir og það er þröskuldurinn er ofhár að miklu leyti sem að Draghi-skýrslan bendir á en við erum alltaf að díla við sömu vandamál ekki beint út af því að það er ekki búið að innleiða þetta í gennum EES þrátt fyrir þessi búið að taka upptöku í Evrópusambandinu ekki að sama leyti en þetta er eitthvað sem er bent á í Draghi-skýrslunni og er búið að setja markmið á að bæta og ég held að við þurfum bara að hafa meiri framtíðarsýn og horfa ekkert endilega á það sem er akkurat núna í reglugerðunum heldur það sem verður eftir 5 eða 10 ár og því að mér finnst það að vera spurning hvort að við viljum því ég held að Evrópusambandið sé að fara að þróast mjög mikið á næstu árum eða áratugum ég veit að það er búið að draga smá eftir á í samkeppnishæfni núna á seinustu, hvað er það? Ekki smá það er búið að dragast eftir á í samkeppnishæfni með við Kína og Bandaríkin en ég held að það sé að fara að þróast mjög mikið í framtíðinni og ég held að það sé spurningum hvort að við viljum fylgja með í þeirri þróun eða hvort að við viljum að sitja eftir þannig ég held að við þurfum að horfa á svona hluti og bara hugsa en hvernig verður þetta eftir 10 ár Draghi-skýrslan bendir á það þetta er ekki fullkomið og það verður ekkert fullkomið en það er verið að fara í það átt að gera það eins gott að það verður Draghi-skýrslan bendir á mjög marga raunveruleika sem að bara þurfa ekki að vera til staðar þetta er oflókið og það þarf að gera eitthvað í því ef við ætlum að vera samkeppnishæf. Já, þetta er einmitt það sem að hann Gummi Hafsteins kallaði ákveðna rökvillu sem að var það að það eru mjög margir sem einmitt segja út frá Draghi-skýrslunni að út af því að Evrópa er ekki að fara hratt á Bandaríkin að þá geta þeir bara keyrt á Bandaríkin er að fara 110 km hraða en Evrópusambandið er að fara 90 km hraða en vandinn er sá að þetta mun ekki leitast eftir að komast á sömu niðurstöðu. Það er að segja að endastaðurinn verður ekki svo sami. Ef að þú ert að setja stein í götu svona framþróunar að þá ert ekki bara einhvern veginn að tefja hana, þú ert að drepa hana. Eins og ég held að hann hafi orðað nákvæmlega þannig. Þú bara drepur frumkvöðla starfsemi með því að reyna að hægja á. Þá bara fer hún annað og verður ekki til í Evrópu. Sem er einmitt ástæðan fyrir því, og hann kallaði þetta ekki rökvillu en hann meinti það þannig að það væri í rauninni verið að kála nýsköpun í Bandaríkjunum, í Evrópu og sem að flutti sig þá bara til Evrópu og þetta er einmitt sama sem að mjög mikið stuðningsmaður Evrópusambandsins eins og ég segja aftur, Hilma Veigar Pétursson segir bara, við höfum alls ekki að fara inn í þetta
heilalausa regluverka fargan. En við erum alltaf að horfa líka á, þú veist, jú, þetta góð punktur, en ef við ætlum að tala nýsköpun á Íslandi sem alltaf skiptir mestu máli fyrir okkur til við erum Íslandsvinir. Ef við horfum á samkeppnishæfni okkar í því kerfi sem við erum í dag, það hún bara miklu betri ef við erum í stærra kerfi sem Evrópusambandið. Og það geta fengið inn stærra aðal og stærri fjárfesta til þess að fjárfesta í nýsköpun. Hérna á Íslandi erum við ekki að samkvæmt þessum rökum erum við ekki að drepa nýsköpun á Íslandi með því að halda í krónuna og halda í það kerfi sem við erum með hérna. Við bara nýsköpunarfyrirtæki með miklu stærri markað eiga miklu betri séns heldur en nýsköpunarfyrirtæki sem eru með gallaðan gjaldmiðil, miklu meiri fjármagnarkostnað, miklu minni séns á að fá fjárfesta nema þessi á Íslandi og þeir eru 3. Þetta ekki raunverulega að tala, en ég bara sé tækifæri okkar innan Evrópusambandsins miklu stærri og jú, það vandamál og ég vona að þau verði leyst, en við getum ekki hort á þetta út frá þessum 3 stórveldum sem eru til í heiminum og halda Hver eru þessu stórveldi? Bandaríkin, Evrópa og Kína að mínum mati. Evrópa nú varla stórveldi í dag. Það stórveldi Okay. og hefur verið stórveldi og mun vera stórveldi. Hnignandi stórveldi samt í samanburði. Hefur verið kannski seinst árin. Ég held að það sé svolítið svona eins og rafmagnsbíl, hann kemst upp í háan hraða, en síðan þarf þetta að vera hybrid kerfi svo hann komist ennþá hraðar. Og núna erum við að setja inn vélina svo við komist ennþá hraðar. Ég veit að þetta kannski En Draghi segir sjálfur að þeim alls ekki að takast vel að skipta vél. Og því að þetta hefur gengið mjög illa að innlega það nauðsynjar. En þessi maður sem að bendir á alla helstu ókosti Evrópusambandsins þegar kemur að samkeppnishæfni akkurat mjög mikil stuðningsaðili Evrópusambandsins og trúir að við getum orðið Þess vegna hann svona pirraður að þeir sé ekki gera neitt í þessu. En af hverju eigum að trúa því að það verði ekkert gert í þessu? Jú, það kannski búið að ganga hægt. En við þurfum að ákveða hvort við viljum fylgja með í þróuninni eða ekki. Ef við ætlum að setja þann einn út í Norður-Atlantshafi og gera ekki neitt og halda í einhverja samkeppnishæfni og vera eitthvað mikilvægt land hérna einn, það það bara ekki raunveruleiki. Við þurfum að vera partur af stærri heild. Ég held að enginn sé að segja að við þurfum eitthvað að verða eitthvað stórveldi. Sko. Ég held að fólk sé bara frekar að segja að ef við tökum upp að fullu það regluverk sem Evrópusambandið sem við hjálpum að segja sé ósjálfbært, að þá það verra fyrir Ísland heldur en betra. Ég ekki alveg sammála að Snorra Másinu það bara fullveldið og þetta dót sé bara aðalmálið. Þú veist, við vorum með þorskastríðin. Ég alveg svona pínur bara svona, já, en ég meina ef það meikar sens að vera strömlínulega viðskiptaferla án þess þó að, þú veist, bara svona þessar Rómarsáttmála pælingar það bara við ættum að strömlínulega viðskiptaferla. Ég vil ekki sjá reyndar að Evrópusambandið sé með eitthvað svona pólitískt vald, þrátt fyrir það vissulega sé með að hluta til í gennum EES, en það aðalega þetta fjórfrelsi, þrátt fyrir það þeir eru náttúrulega þetta mikið stjórnleindis afl, þannig að þeir vilja alltaf taka til sér meirinn völd, en vandinn sá að ef við tökum upp meira regluverk af þessu tagi, að þá erum við að dragast meira í átt af því sem hefur verið að gerast í Evrópu. Draghi segir sjálfur og sagði það núna á afmæli skýrslunar, bara þið ekki að gera neitt af því sem ég að segja. Bruegel sem aðal hugvitan í Brussel sem að svona móta gögn sem að Evrópusambandið í rauninni byggir sína stefnu á, segir bara, Draghi og Sjústring, 3 virtustu hagfræðingar Bruegel, komu fram og sagði Evrópusambandið gjörsamlega búin að gefast upp á Draghi-skýrslunni, 49 milljarðar evra að fara inn í fjárfestingar, Draghi sagði að þyrfti að vera minnst 750 til 850, þannig að þeir eru að setja inn 7% einsbyttingunni og þeir sagði Draghi og Sjústring út af því að þeir eru bara búin að hengja Draghi til hliðar, þeir eru búin að gefast upp á áformunum og þetta aðal hugvitan í Brussel sem að segir bara það eru ekki að fara að gera neitt af því sem að Draghi segir og Draghi það svona brjálaður. Já, ég horfði á þessa ræðu Draghis á afmæli skýrslunar. Það sem fannst áhugavert, hann náttúrulega ósáttur sem að ég skil vel. Hann hafði fyrir þessari skýrslu og setti fram mjög góða punkta og benti á hluti sem að þurfti að vera gerði betur. En það sem stendur eftir að hann ennþá bjartsýnn að við getum náð hinum stórveldunum í samkeppnishæfni. Og þótt að, þessi reglufargan sem að fólk talar sé mikil, þá þurfum við að skoða raunveruleikan á hvort að það sé þyngra heldur en það
svona ókosti sem við lifum við í dag. Samkeppni, eða bara raunveruleikar þess að stofna nýsköpunarfyrirtæki á Íslandi eru bara þeir að það er erfitt að finna fjárfesta. Það er dýrt að fá fjármagn. Viljum við vera að taka lán á 10% fyrir nýtt fyrirtæki eða viljum við vera að gera það á 5%? Viljum við vera að takmarka okkur við þessa fáu fjárfesta sem eru til á Íslandi eða viljum við opna upp heiminn og fá erlenda fjárfesta til þess að koma inn í landið? Og ef við fyrir síðan að tala til dæmis bara fyrir almennt fólk samkeppni. Hvert eru fjárfestar að leita í dag með sitt fjármagn? Annars staðar heldur en Íslandi. Annars staðar heldur en að Evrópu. Ég meina, við erum 400 manna samfélagi. Það eru miklu fleiri fjárfestar í Evrópu heldur en nokkuð hjá Íslandi. Já, það er náttúrulega líka bara mikið af fólki þar. Það eru 450 milljónir. Og við erum að opna upp á þann marka ef við tökum upp til dæmis evruna. Annars erum við að takmarka okkur við þessa 400.000 manneskjur sem búa á þessu skeri. Já, en núna er bara Evrópusambandið búið að segja sjálft að ef við göngum þannig inn að þá munið þið hafa minni áhrif heldur en þið hefðu haft fyrir 10 árum. Það er bara stefnan. En við munum samt hafa meira áhrif heldur en innan EES. Nei. Við Alþingi samþykkir EES-lögin og við aðlögum það í íslensku samfélagi. Það að segja mér að 6 sæti á Evrópuþinginu myndi koma til með að hafa meiri áhrif á reglugerður og hvernig við innlögum þær og einn ráðherra og einn framkvæmdastjóri. Og viljum við koma að þessum lögum og áður en þau eru búin til og geta lagað þau að íslensku umhverfi. Flest lög sem að fara í gegn innan... Nei, þú lagar þau ekkert að íslensku umhverfi. Flest lög sem að fara í gegn innan Evrópusambandsins eru nánast með alfarið samþykki. Viljum við koma að þeim áður en þau eru búin til eða koma að þeim eftir að þau eru búin til og reyna að gullhúða þau svo að þau passa okkur. Og við erum, þótt að þetta séu 6 þingmenn sem eru vissulega fáir, þá erum við ennþá að fá einn ráðherra og einn framkvæmdastjóra inn í Evrópusambandið sem að ráðherraráðið og framkvæmdastjórnina sem að er mikilvægastu stofnanir Evrópusambandsins. Og þú varst að segja það að þú gefur ekki jafn mikið fyrir þessi rök Snorra Másons fullveldið og allt það. Nei, mér finnst það bara ekki bara aðalmálið. Náttúrulega eða bara regluverka bullið. Við höfum ekkert með þetta að segja núna nema við getum gullhúðarlögin við þurfum að samþykkja það gegnum Alþingi og viljum við hafa áhrif á þetta eða ekki? Það er spurningin. Eða viljum við gullhúða þetta eftir að þetta er ákveðið? Já, en á hvaða kostnað sko? Út af því að eins og segi, nei það er rétt við fullveldismálið er ekki mitt aðalmál heldur er það aðalega þessi della sem að regluverk Evrópusambandsins þar sem að náttúrulega það eru bara einhverjir og þetta er náttúrulega pínu vandi sko kemur fram í Eurotragedy eftir Ashoka Modi þar sem hann fjallar nefnd það hvernig svona stjórnlyndis fólk fór bara að stýra Evrópusambandinu og ég vona innilega að við séum að sjá toppinn á því hins vegar þá er ég með miklar efasemdir það út af því að það fólk sem er við stjórn núna segir bara þú veist, þetta er svona ákveðin stalinísk hugsun sko, að ég er ekki með nægilega mikil völd þú veist, ég þarf að fá meiri völd til þess að gera lífið eitthvað betra sem er náttúrulega stórfurðulegt hann var það er stærsta ég held að sé eitt af stærstu fyrirtækjum í Evrópu sem heitir ASML hann heitir Fouquet Christophe Foucault og hann er sem sagt forstjóri ASML sem er stórt fyrirtæki sem að sérhæfir sig í tækjum sem að skapa mjög flóknar svona hálfleiðara chips Er þetta ekki í Hollandi? Hollandi, jú og hann einmitt er að segja og ég ætla ekki að ganga svo langt að hann sé að hóta því að fara úr Evrópusambandinu en hann segir aftur á móti bara að hann sé að drukkna í þessu stjórnlyndisbyggsi sem Evrópusambandið er í dag og þess vegna var ég að segja á hann líka þú veist það var ekkert eitthvað svona galin hugmynd að fara inn í ESB fyrir ekki það mörgum árum en í dag og þess vegna eins og þegar Kristrún segir náttúrulega að það hafi verið ömuleg tímasetning að ganga inn í Evrópu að fara í þessa atkvæðagreiðslu núna sem var rétt alveg hræðileg hugmynd að fara í þetta að ég væri svo reiður Evrópusinni ef að þetta væri að dagskrá núna bara, við ætlum bara ákveða að hoppa inn í leikinn í 6-0 í fótbolta og sjá hvort við getum ekki rétt af stöðuna Já Ég náttúrulega geta ekki talað fyrir því sem að, eins og þú segir að fara inn í Evrópusambandið 2017 en það er í 21 árs og ég var, 11 ára. En nú ertu búin að kynna þetta. Ertu ekki sammála samt að þú veist, Evrópusambandið þá var betra? Hlýtur að vera sammála mér. Það veit ég ekkert.
Þú voru búin að kynna þér sem Já, ég er búin að kynna mér þetta en ég veit ekki hvernig raunveruleikin var 2017. Ég veit varla hver var við stjórn á Ísland 2017. Eins og ég segi, ég var í grunnskóla. Já, Bjarni Ben. Bjarni Ben. Kannastu hann? Já, hann er einn af þeim pólitísku fígurum sem ég man eftir. Hann og Helgi satt. Helgi er hann alltaf toppmaður. Já. Hann er mjög skemmtileg. Ég man eftir honum. Bara út að þekki í þessu reyndar. Hann er reyndar út að þekki í þessu, en algjör toppmaður. Toppmaður, alveg samla því. En ef við ætlum að tala um tímasetningu, þetta er voðalegt veðmál bara upp á tímasetningu að gera. Við getum beðið með þetta í 5-10 ár. En segjum að áform Draghi fari í gegn og sambandið þróist. Sem að er eiginlega búið að viðurkennast að gerist ekki. Nei, það er ekki búið að viðurkenna að það gerist ekki og ég trú að það muni gerast. Ekki þessi framkvæmdastjórn allavega. En segjum að þetta fari í gegn. Og við komum inn eftir 10 ár. Ástand Íslands er kannski annað. Jafnvel Noregur búin að ganga inn og þá er EES-samningurinn kannski ekki jafn sterkur. Þá er samningastaða okkar bara ekki jafn sterk. Og núna er akkurat verið að ræða að Noregur gangi inn í Evrópusambandið. Ef að það gerist, þá er náttúrulega eins og Þórdís Kolbrún var að tala um núna í, hvað heitir aftur hlaðvarpið þeirra? Leikaskil, ég er að framlega það. Akkurat, það veist ég. Hún var að tala um þetta í seinasta þætti, er það ekki? Þú veist að ég er með þetta á lás. EES-samningin. Jú. Og hann er í hættu. Já. Sama hvað gerist, bæði ef við segjum já eða nei. Og hann verður það líka ef að Noregur gengur inn. Ég veit þetta hugsaði þér sögulínuna. Þú veist, ef að EES-samningurinn er í hættu, að þá skrifast hann á þessa ríkisstjórn. Þú ert að búa til ég er bara að tala um að við getum ekki ég er að taka undir. Ég er að taka undir að ef að EES-samningurinn er í hættu, þá verður það legacy þessara ríkisstjórnar að hún stútaði EES-samningunum. Strax svo þau tóku við, þá allt í hennu fór Evrópusambandið að brjóta EES-samningin. En EES-samningurinn getur stútast til dæmis ef að Noregur gengur inn. Segjum að Noregur gangi inn. Nei, ef hann er í hættu, alveg sem þú varst að segja, ef hann er í hættu núna, út af þessari atkvæðagreiðslu, að þá skrifast það á þessa ríkisstjórn. Og ef hann er í hættu bæði út af já og bæði út af nei. Ég er ekki að tala fyrir ríkisstjórnina, ég er að tala fyrir Evrópusambandinu. Og ég get ekki séð það, við getum bara svona valið tímasetningu og halda að það sé einhver fullkomin tími. Það er ekki fullkomin tími. Ef að Noregur gengur inn og EES-samningurinn dettur úr gildi, þá þurfum við annarkvort að sætta okkur við það að fá verri samning frá Evrópusambandinu eða slíta alveg tengsl sem við höfum byggt upp í gegnum EES. Þá þurfum við bara að sætta okkur við frekar verri samning. Það er ekki hægt að velja bara einhver fullkomna tímasetningu. Þetta er kannski ekki fullkomna tímasetning. Þetta er versta tímasetning sem við getum fundið, sko. Við vitum samt ekki hvað framtíðin ber í skauti sér. Við getum ekki haldið að það muni að koma einhver fullkominn tími. Nei, en þetta er rétt hjá þér. Þetta er svo góðu punktur nefnilega. Út af því ég hugsaði þetta líka þegar ég var að vinna þetta efni fyrir Þórdísi Kolbrún á dag. Og hugsaði ég bara, vá, þetta er góða punktur. Þau eru búin að stúta næstu í EES-samningnum. Ef að það sem Þórdís Kolbrún er að segja sé rétt. Út af því að ef að bæði já og nei setja EES-samningin í hættu, að þá skrifast á þessa ríkisstjórn að það var stútað EES-samningnum sem er galið akkurat 2017. Það var ekki í hættu 2017. Nei, en ef við myndum segjum að við myndum fara í þess atkvæðagreiðslu þá, hefði það ekki líka sett það í hættu þá? Jú, þannig að við erum bara viðurkenna það að þessi ríkisstjórn í rauninni stútaði mögulega EES-samningnum. Ég er ekki að tala fyrir þessi ríkisstjórn. Nei, ég heyri það. Bara taka þessa áhættu. Með svona ákvörðun fylgir ákveðin áhætta. Já. En ég sé þessa áhættu bara sem eitthvað sem við þurfum að takast á við ef við ætlum að leyfa þessu landi að þróast áfram. Við erum búin að sjá það að allar svona stórar ákvarðanir, ég meina EFTA, NATO, EES, þau eru öll búin að taka áhættur og þau eru öll búin að setja eitthvað í hættu. En við sjáum að þessi framför er alltaf búin að skila okkur góðu. Já, en hugsaði er samt þetta, sko, út af því að sem var náttúrulega rétt þegar Kristrún segir það að þetta er ömurleg tímasetning til þess að fara í atkvæðagreiðslu Evrópusambandið. Hún sagði þetta 2024 í Chest of the Dark. Náttúrulega bara ömurleg tímasetning til þess að fara í Evrópusambandsaðild.
Ríkisstjórnin tekur við og Evrópusambandið veit að þetta á dagskrá og þá brjóta þeir EES-samninginn. Bara svona til að minna okkur á það who's boss. Og síðan segjum við já, og muna 29. ágúst þá ætlum við að kjósa eins og mun standa á BBC Iceland decides to check what's in the package. Eða Iceland decides to check out what the EU is all about. Sem verður að magna. En það rétt hjá þér að sko út af þessari ömurlegu tímasetningu út af heimsmálunum og við gátum ekki verið með kaldan haus að þá erum við líka komin í þá stöðu að EES-samningurinn sé hættu og þá munum mjög margir fara inn í kjörkláfuna að hugsa er ég að fara að treysta fólki sem fór svona glæfralega að ráði sínu til þess að fara til Brussel í því að semja hagsmuni Íslands. En ef við förum eitthvað tíma í þetta ferli þá fylgja með því ákveðin áhætta. Þess vegna var þetta vond hugmynd. Ætlum við þá bara að sleppa því að skoða þá möguleika sem eru innan ESB út af því að það fylgir einhver áhætta. Nei, við ætlum að sleppa að taka vondar ákvarðanir. Út af því að við erum báðir hægrimenn. Ef við setjum þetta í samhengi fyrirtækis, eigum við bara að sleppa því að fjárfesta í einhverju út af því að því fylgir áhætta. Þú gætir mista eitthvað. Nei, væntanlega við skoðum bara það sem við gætum grætt og það sem við gætum tapað og við fjárfestum í því, skilur við. Við þurfum að taka stóra ákvarðanir, stundum áhættur ef við ætlum að þróast áfram. Og það það sem Ísland að gera núna, að við erum að taka ákveðna áhættu, jú, en það með því markmiði að við getum þróast áfram og búið til ennþá betri lífsgæði fyrir heimilin í landinu, fyrir fyrirtæki og fyrir almenning. Þá ætlum við að ræða fleiri mál, en fyrir ykkur sem að horfa á opnu streymi, að þá vitið það núna að, já, segðu hæfum mamma og pappa, þá vitið það að núna verður ekkert hljóð, en því að verður hljóð á streyminu á einpæling.is.